Heilsa ykkur í Jesú nafni. Í dag þá höldum við áfram með Daniel og nú ætlum við að fara yfir kafla 6. Þegar hér komið við sögu þá hefur nýr konungur tekið við í Babylon. Nebúkadnessar frá og við tekur Daríus. Og eins og ég sagði ykkur síðast þá hafði Jesaja sagt fyrir það að Kýrus myndi leggja Babylon að velli, sem hann gerði. Og sennilega Daríus sonur Kýrusar, þó að það sé ekki alveg 100% vitað hvernig þeir tengjast eða hvernig hann komst til valda. En kafli 6 er sagan af því hvernig Daniel endar í ljónagryfju. Daríus, hann hafði mikla mætur á Daniel og því endaði Daniel ekki í gryfjunni vegna þess að Daríus hefði viljað það. Hann var leiddur í gildru af öðrum ráðgjöfum konungs, eins og við munum sjá. Við skulum hefjast handa við kaflan, vers 1-4. Daríus frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Daríus þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla skipað skildu niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnir gjöra þeim skilagrein svo að konungur biði engan skaða. Þá bar Daniel af yfirhöfðingjunum og jörlunum, sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið. Hér hafa Medar og Persar sigrað Babylon, 120 jarlar eru settir yfir konungsríkið. Daniel var einn af þessum 3 leiðtogum, beint undir Daríusi. Og hann bar sig fram úr hinum 2 leiðtogunum vegna þess að hann hafði frábæran anda eins og segir í textanum. Hann hafði gott orðspor í starfi og lífi og þetta gerði hann að skotspón árása. En hér er eitt athyglisvert. Maður skildi ætla að þegar konungsríki tekið yfir af öðru ríki, að þá séu allir ráðgjafarnir teknir af lífi sem áður sátu við völd eða allavega þannig settir af. En hvað sjáum við hér? Við höfum Daríus og fyrir neðan hann eru 3 ríkisstjórar og þeir skila beint skýrslu til konungs og svo eru þessir 120 jarlar sem bera mismunandi ábyrgð í ríkinu. Þannig að það er augljóst að Daríus sá eitthvað við Daniel. Hann sá í Daniel heiðarlegan mann sem myndi ekki draga sér fé. Jarlarnir báru ábyrgð á að stjórna fyrir konung en einnig að innheimta skatta og aðra tekjur frá hverju héraði. Og ef þessi landstjórar veru óheiðarlegir, gætu þeir verið að stela frá konungirum, draga sér fé og því vissi konungur að hann þyrfti að setja Daniel þar. Hann sá heiðarleika Daniels og þegar við erum heiðarleg þá getum við lent í vandræðum fyrir það eitt að vera heiðarleg, eins og Daniel upplifir hér. En við samt sem áður njótum Guðs blessunar. Guð heiðrar þá sem að heiðra hann og við heiðrum hann þegar við förum eftir því sem hann segir og fylgjum hans fyrirmælum. Hér sá Daríus eitthvað sérstakt í Daniel og hann naut góðs af því, en stjórnendurnir voru ekki ánægðir með þetta, eins og við munum sjá. Við lesum í versi 5. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir og jarlarnir að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkisstjórninni, en gátu enga sök eða ávirðingu fundið, því að hann var trúr, svo að ekkert tómlætinni ávirðing fannst hjá honum. Og við sjáum þetta átt gerast í dag, í nútímanum, reyndir að finna eitthvað að hjá andstæðingum fólks í stjórnmálum til að koma höggi á fólk. En ímynda þér að líta eins grannt og nákvæmlega og þú getur á einhvern sem hefur gegnt embætti í 50 ár. Og þú finnur ekkert að. Engin svik, engin hneykslismál, engin vafarsamir viðskiptasamningar, engar gjafir frá hagsmunaaðilum, engir árekstrar. Og þessir menn þekktu Daniel vel. Þeir vissu að hann yrði trúr Guði sínum í öllum kringumstæðum. Og við ættum að íhuga hvort að aðri geti sagt það okkur, að við séum trú Guði í öllum okkar kringumstæðum. Og á hvern hátt var hann trúr?
Hann einsetti sér í hjarta sínu að gera ekkert í andstöðu við Guð. Og þú manst hvað Jesús sagði. Hann segir því að ég gjöri ætíð það sem honum þóknast, það faðir hans. Þannig einsetti Jesús sér að vera ávallt trúr föðurnum og Daniel tók þá ákvörðun. Þessir jarlar komu saman og brugga ráð sitt gegn Daniel. Þeir ganga niður stíg glötunar skref fyrir skref. Fyrst leyfa þeir öfund að vaksa í hjarta sínu og því næst byrja þeir byrja að plotta. Öfundin leiðir þá til að ljúga að konunginum og þeir byrja að plotta hvernig þeir geta að losa sig við Daniel. Og að lokum eru þeir tilbúnir til að fremja morð. Þannig að það er öfund, svik og plott og að lokum morð. Vers 6-8. Þá sögðu þessir menn: við munum ekkert fundið geta Daniel þessum til saka, nema ef við finnum honum eitthvað sök í átrúnaði hans. Þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann: Daríus konungur lifi eililega, öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum og ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið ásamt að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpað í ljónagryfju. Og þegar það segir öllum yfirhöfðingjum ríkisins hér í þessum texta, þá var það augljóslega lygi. Við vitum að það var lygi því að Daniel var einn af þeim og hann var ekki með. Þeir hafa sannarlega ekki boðið honum með, því að þá hefði hann getað upplýst konungum ráðabryggið. Þeir pössuðu sig á að hafa hann ekki með, því að þeir fóru til konungs í þeim tilgangi að blekkja. Vers 9. Nú skalt þú, konungur, gefa út forboð þetta og láta það skriflega útganga svo að því verði ekki breytt eftir órjúmanlegu lögmáli Meda og Persa. Samkvæmt þessu lét konungur gefa skriflega út skipunina og bannið. Og það var viðurkennt meginregla í Medi og Persíu, heimsveldinu, Medar og Persar, að þegar að konungur undirritaði og setti formlega tilskipun, þá var hún svo bindandi að ekki einu sinni konungurinn sjálfur gat breytt henni. Hann var talinn tala fyrir hönd guðana, sem gátu aldrei haft rangt fyrir sér og þurftu því aldrei að skipta skoðun. Það minnir mig svolítið á ákveðna kirkjudeild í dag sem hefur æðsta leiðtoga sem telur sig tala fyrir Guð og getur því ekki haft rangt fyrir sér. En það er annað mál. Hvað fær þá til að koma upp með svona fáránlega tilskipun? Líklega vildu þeir sem jaðra fyrir konunginn láta líta svo út sem þeir vilji hefja hann upp í guðatölu svo að allt heimsveldið tilbyði hann og sýni honum guðlega virðingu. Þetta var beitan, en raunverulegt markmið þeirra var að tortíma Daniel. Er þetta ekki einmitt hvernig manns hjarta virkar og hvernig djöfullinn reynir að festa rætur ílskunar í hjarta mannsins svo að hún komi upp á yfirborðið á réttum tíma? Djöfullinn kænn, hann plantar hlutum í hjarta mannsins og svo koma þessi hluti fram á réttum tíma. Ílskan kemur upp á yfirborðið vegna þess að hún var þar til staðar til að byrja með. Ef hún væri ekki til staðar fyrir, þá hefði hún ekki getað komið fram. Löngunin er til staðar í hjartanu og hún kemur fram í gjörðunum. Sjáðu hvað ritningin segir í Hebreabréfinu 12, 14 og 15. Stundi friðið alla menn og helgun því að án hennar fær engin drotti litið. Hafið gátt á að engin missi að Guðs náð og engin beiskjurót renni upp sem truflun valdi og margir sörgist af. Þannig að beiskjurótin er til staðar en hún sprettur upp þegar að réttu aðstæðurnar koma henni af stað. Það leiðir til blekkinga og svo blekking leiðir til ráðabrugs og það getur að lokum leitt til þess að beita náunga okkar einhverjum órétti. Í Biblíunni finnum við annars vegar ávöxt andans og hins vegar verk holdsins að þegar andi Guðs fyllir hjarta okkar rótar hann burt biturð og öfund.
Hann upprætir hið illa í hjartanu okkar. Galatabréfi 5, 22-24 segir: En ávöxtur andans sem kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Þannig ávöxtur andans jákvæðir eiginleikar eins og kærleiki og gleði og friður og langlindi, en svo það verk holdsins. Stendur í versunum 19-21: Holdsins verk eru augljós, frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurguðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, einkenni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, oftrekja, svall og annað þessu líkt. Og taktu eftir að einn af þessum eiginleikum öfundinni mitt. Og þannig hefur þessi jarlar verk holdsins sem öfund, sem leiddi til blekkingar, sem leiddi til ráðabrugs, sem leiddi til morðs. Og Daniel var trúr og bar ávöxt andans, kærleiki, gleði og friður ríkti í hjarta Daniels. Hver leksían fyrir okkur í þessu öllu? Lærdómurinn fyrir okkur að rannsaka eigin hjörtu. Því manstu hvað Davíð bað: Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar, og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Við biðjum Guð: einhver beiskjurót í hjartanu mínu sem að ég hef ekki gefið þér, Guð? Einhver beiskjurót djúpt innra með mér sem heilagur andi þarf að slíta upp svo ávöxtur andans geti komið fram í lífi mínu? Daniel vissi að ef hann myndi gefa upp bænalíf sitt, myndi hann gefa upp samband sitt við Guð. Og þegar við lesum versið 11, þar segir: En Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í hús sitt, og þar hafði hann upp í loftstofu sinni opna glugga snéru móti Jerúsalem, og 3 sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðs síns og vegsamaði hann, eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel stóð frammi fyrir hollustu prófraun. Hann var dyggur þegn konungsins og konungsríkisins, en hann vissi að konungur konungana verðskuldaði meiri hollustu. Daniel neitaði að sýna stjórnvöldum þá hlýðni sem Guði einum tilheyrði. Hann vissi að tilskipunin hafði verið gefin út. Hann fór heim með gluggan opinn í átt til Jerúsalem. Hann var ekkert að fela sig. Hann kraup á kné 3 sinnum þennan dag og bað til Guðsins og hans var siður. Það var ekki eitthvað sem hann gerði í dag og sleppti á morgun. Daniel lét ekki tilskipunina breyta gjörðum sínum á einn eða annan hátt. Hvorki bað hann meira né minna, heldur eins og hann var vanur. Hann hélt einfaldlega áfram sínu frábæra bænalífi. Hann vissi af tilskipuninni, en stundum ber mann að hlýða Guði frekar en mönnum. Borgaraleg stjórn hefur lögmætt gildi, en hún hefur ekki vald til að þrýsta á og neyða okkur til að brjóta lög Guðs. Hún hefur ekki slíka heimild. Og hér segir ritningin að Daniel myndi ekki brjóta samvisku sína. Hann myndi ekki brjóta lögmál hins lifandi Guðs. Hann fór heim í herbergið sitt, kraup á knén 3 þann dag, eins og hann var vanur, og bað og leitaði Guðs. Og ég sé fyrir mér þess að menn skríða og fela sig og njósna Daniel bak við runna, horfa upp í gluggan á Daniel, biðja til Guðs. Hann að biðja, við höfum náð hann. Og þeir hlaupa aftur til konungs af spenningi. Og vers 12-14, þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að biðja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi í konungsforboðinu: Hafir þú eigi gefið út það forboð að hver sá maður sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs Guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpa í ljónagrifju? Konungur svaraði og sagði: Það stendur fast eftir órjúmanlegu lögmáli Meda og Persa. Og svöruðu þeir og sögðu við konung: Daniel, einn af hinnum herleitu gyðingum, skeytir hvorki þig, konungur, né það forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjörir bæn sína 3 sinnum á dag.
Röksendin sem þeir nota svo að Daniel hafi ekki sýnt konunginum virðingu og hann fylgi ekki lögum ríkisins sem var í raun alrangt hjá þeim. Hann hafði einfallega æðri konung sem ríkir yfir Daríusi og honum bara að sýna honum meiri virðingu. Konungurinn, þegar hann heyrði þessi orð, var mjög óánaður með sjálfan sig. Og hvers vegna var það? Hann sá að hann hafði verið blekktur og hann var mjög óánaður með sig. Og hann vildi koma Daniel undan þessu og biður þessa lögfræðinga sína að komast að því hvort hægt sé að breyta lögunum og þeir segja að það sé engin leið. Eins og Daríus þá ásækja heimskulegar ákvarðanir okkur oft á tíðum í lífinu. Og oft getum við bara beðið Guð miskunn og kraftaverk að grípa inn í þegar við tökum heimskulegar ákvarðanir. Vers 16-19, þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann: Þú veist, konungur, að það eru lög hjá Medum og Persum að ekki má raska því banni eða forboði sem konungur hafi útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagrifina. En taktu eftir því sem konungurinn segir. Og konungurinn tók til máls og sagði við Daniel: Guð þinn sem þú dýrkar án aflát frelsi þig. Og síðan var sóttur steinn og lagður yfir gryfjumunnan og innsiglaði konungur hann með innsiglingsring sínum og með innsiglingsringum stórhöfðingja sinna, til þess að sú ráðstöfun sem gjörð hafi verið við Daniel skyldi eigi raskast. Og eftir það gekk konungur heim til hallar sinnar og var þar nóttina fastandi. Frillur lét hann eigi leiðað inn til sín og eigi kom honum dúr á auga. Daniel, hann svaf betur en Daríus. Við getum verið vissum að Daniel baðst fyrir í ljónagrifinni, því það var einfallega hans vani að biðja. Hann þurfti ekki að byrja að biðja við þetta merkilega tækifæri, því bænin var honum rótgróin. Konungurinn fer inn í höll sína, þjónar hans vilja sinna honum. Nei, ekki í kvöld. Og hann fer í konunglega herbergi sitt og hann vil vera einn. Þjónarnir færa honum mat. Það eru ávöxtir og kjöt og alls konar matvæli sem konungurinn borðar. Engin matur í kvöld. Tónlistamenn hans vilja spila tónlist fyrir hann til að sofa. Engin tónlist í kvöld. Þegar þú brýtur gegn samvisku þinni að þá eru þú órólegur innra með þér og getur ekki sofið. Þegar þú gerir rangt, þegar þú veist hvað er rétt, þá er maginn í hnút og samviskan truflar þig. Það er eitthvað við það að lifa ekki í sátt við vilja Guðs og gera rangt sem veldur óróleika. Og þegar þú lifir í sátt við vilja Guðs og tekur erfiðar ákvarðanir til að þjóna Guði, jafnvel þótt þar ákvarðanir séu mjög erfiðar, þá færir það engu að síður frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvisku þína, þegar þú lifir ekki í sátt við vilja Guðs og veist það, þá upplifir þú það sem konungurinn upplifði. Hann gat ekki sofið alla nóttina, maginn í honum í hnút, hann er í vandræðu. En samt hugsaði Daniel þá nótt. Ég ímynda mér Daniel í ljónagrifinni, ljónið liggur bara þarna og Daniel hallar sér að þeim. En konungurinn er í $1.000.000 höll með bestu þjóna heims, allt stendur honum til boða, liggur í fínu rúmi en hann getur ekki sofið. Daniel er í einhverju skítugu illa lyktandi ljónabæli en sefur alla nóttina. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það sé ekki það sem er í kringum þig sem gefur þér frið, heldur það sem er innra með þér. Það gefur þér frið. Konungurinn er svo áhyggjufullur næsta morgun að hann vaknar snemma eða hann svaf ekki neitt. Og vers 20-23. Síðan reis konungur á fætur í dögun, þá Lísa tók og skundaði til ljónagrifinar. Og hann kom að grifjunni, kallaði hann á Daniel með sorgfullri raust. Konungur tók til máls og sagði við Daniel: Daniel, þú þjónn hins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sá þú dýrkar án afláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Þá
Þá sagði Daníel við konungurinn lifi eilíflega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónanna, svo að þau gjörðu mér ekkert mein, af því að ég er saklaus fundinn frammi fyrir honum og hefi ekki heldur fram en eitt brot gagnvart þér, konungur. Daníel segir, konungur, Guð minn sendi engil sinn. Þegar við gerum rétt vegna þess að það er rétt, sendir Guð engla til að færa svör bænum okkar. Þetta var augljóst kraftaverk. Hver er formúlan til að öðlast slíkt kraftaverk? Formúlan fyrir kraftaverk er þessi. Það er trú pluss lofgjörð pluss erfiðleikar saman sem kraftaverk. Til dæmis hugsaðum postula Pál í Filipi. Hann er handtekinn settur í fangelsi og hvað gerist? Þeir syngja lof til miðnættis, þeir hafa trú, þeir lofa Guð. Þeir biðja og þar sem þeir hafa trú og lofgjörð og mæta erfiðleikum, þá vinnur Guð kraftaverk. Hvað gerist? Fangelsi hrynur, Páll predikar fyrir fangavörðunum í Filipi, kringumstæðurnar umbreytast, allt heimilisfólk Filipi snerist til trúar. Við erum einnig í orustu, baráttu milli góðs og ills. Djöfullinn ætlar að gera allt sem hann getur til að valda vonbrigðum í lífi okkar. Guð leyfir oft okkur að komast í vandræði, svo hann geti sýnt mátt sinn og unnið kraftaverk. Efesusbréfið 6:12. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andafurur vonskunar í himingeimnum. Þannig að Daníel var ekki að berjast við hold og blóð. Það var djöfullinn sem hvatti jarlana til að hafa áhrif á konunginn til að gefa út þessa tilskipun. Efesusbréfið 6:13. Takið þið alvæpni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Rétt eins og Daníel erum við í orustu. Og þessi barátta mun harðna þegar við nálgumst síðustu daga og þá munur hlutirnir ekki vera auðveldari. Og eftir því sem að tíminn verður erfiðari, munum við verða leidd til dýpri trúar á Guð. Við verðum leidd til ríkari og fyllri reynslu af trausti á Guð. Bænalíf okkar mun dýpka, trú okkar vikka út, staðfesta okkar styrkjast í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Og aftur á Daníel 6. Daníel treysti Guði á erfiðum tímum. Sjáðu hvað segir hér í versunum 24 og 25. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daníel upp úr gryfjunni. Var Daníel þá dreginn upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið, því að hann hefði treyst Guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá rækt höfðu Daníel og kasta þeim, börnum þeirra og konum í ljónagryfjuna. Og áður en þeir komust til boss í gryfjunni, hremdu ljónin þá og muldu sundur öll bein þeirra. Og þetta er frekar erfiðu texti sem vekur upp ýmsar spurningar. Þessir menn sem vildu að Daníel væri hent í gryfjuna, þeim var kastað í gryfjuna, en ekki bara þeir, heldur börn þeirra og eiginkonur. Hvers vegna ættu eiginkonur þeirra og börn að vera kastað þangað einnig? Já, við trúum á sanngjarnan og kærleiksríkan Guð. Hvaða sanngirni er í þessu? Hvers vegna refsar Guð kærleikans? Hvers vegna refsar hann allri fjölskyldunni? Guð refsar ekki eiginkonum að börnum fyrir eitthvað sem faðirinn gerði, eða eiginmaðurinn. Við vitum að Guð vitjar ekki synda feðrana á börnunum eins og hann segir sjálfur í orði sínu. Hvað ef eiginkonan vinnur með eiginmanninu sínum vegna þess að hún er líka afbrýðisöm og vill að eiginmaður hennar fái meiri peninga og hún er í samráði við hann? Og hvað ef þessi börn eru fullorðin börn og þau eru líka að vinna saman með föður? Svo ef öll fjölskyldan er með samsæri gegn Daníel, þá réttlætanlegt að þau fái sömu örlög. Guð mun ekki henda þessum einstaklingum inn ef þeir taka ekki þátt í vandanum. Við vitum líka að Guð er réttlátur og sanngjarn.
Það væri algjörlega ósanngjarnt að henda þessum eiginkonum inn ef þær væru ekki að taka þátt í áætluninni að losna við Daniel. Þannig lít ég á það. En það er annað sem við þurfum að hafa í huga. Förum í Galatabréfið 6:7-9. Þetta lesum við þar. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann nú uppskera. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdinu uppskera glötun, en sá sem sáir í andan mun á andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki gott að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera, ef við gefumst ekki upp. Það er lögmál sáning og uppskeru, að ef þú sáir ofbeldi, mynd þú uppskera ofbeldi. Ef þú sáir reiði, myndu fá reiði. Og ef þú sáir óheiðarleika, þá mun óheiðarleiki koma aftur yfir þig. Og ef þú sáir góðvild, þá uppskerðu góðvild. Þessir menn uppskáru það sem þeir sáðu. Og þannig getur það átt við á svo mörgum sviðum lífs okkar. En oft uppskerum við meira en við sáum. Og það á líka við hið illa. Engin bóndi myndi sá korni og búast við að fá aðeins sama magn tilbaka. Við uppskerum af sömu tegund en ekki af sama magni. Þegar við sáum fyrir Jesú uppskerum við miklu, miklu meira en það sem við sáðum. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti sáð illu, en það er aldrei of seint að byrja að taka góðar ákvarðanir. Því fyrr sem þú byrjar að taka þær, því fyrr munu betri hlutir gerast. Þannig að Daniel er hent í ljónagrifina, hann er trúr Guði og treystir Guði, afbrýðisömum svikulum morðóðum jörlum er kastaði í ljónagrifina og þeir eru étnir upp. En takið eftir hvað konungur segir í versi 26-7. Síðan ritaði Daríus konungur öllum lýðnum, þjóðum og tungum sem búa á allri jörðinni, gangi yður allt í gæfu, ég læt þá skipun út ganga að í öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels, því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki af grunn og veldi hans varir allt til enda. Þetta er það sem að heiðin konungur skrifar og þessi orð tala til þín og mín í kvöld, í dag. Hann lifir, Guð lifir að eilífu. Þetta er okkar Guð, stöðugur að eilífu. Ríki hans mun aldrei líða undir lok. Ríki hans mun standa. Við lifum á tímum mikillar óvissu. Ríki rís á falla, ríki Guðs, það mun standa að eilífu. Vers 28. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himni og jörðu, hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum. Hann frelsar og bjargar, þetta er okkar Guð. Hvaða áskorun sem þú stendur frammi fyrir, hvaða erfiðleikar sem að bíða þín, hvaða venjur sem eru í lífið þínu sem þú þarft að yfirstíga. Sá sem frelsaði Daniel, hann getur frelsað þig. Mundu hvað segir í 1. Pétursbréfi 5:8, verið algáðir vakið, óvinnur eða djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleypt. En á versinu undan segir, varpið allir áhyggju yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir þér. Hvaða áskoranir sem þú stendur frammi fyrir núna, Guð ber umhyggju fyrir þér í þeim erfiðleikum sem þú stendur frammi fyrir. Guð vill snerta þig, hann vill gefa þér styrk til að halda áfram, von framtíðina. Hann hefur ótrúlega áætlun fyrir líf þitt. Hann mun ekki leyfa ljónunum að gleypa þig. Við höfum máttugan frelsara sem er þess megnugur að frelsa okkur úr hvaða kringustæðum sem er. Amen.